Hérna erum við með undirskál, vatn og matarlykt og kerti. Hérna er ég með glas og ég ætla að setja glasið yfir kertið og skulum sjá hvað gerist. Það logar í smá stund á kertinu. En sjáu þið, vatnið sogast allt undir. Þetta er vegna þess að kertið er að brenna súrefni inn í glasinu, en súrefnið við eldinn verður að koltvísýringi. Koltvísýringur tekur einfaldlega minna pláss heldur en súrefnið sem að minnkar pláss, lofttegundirnar inn í kertinu, þetta er að taka minna pláss, þess vegna ýtir loftið fyrir utan vatninu hérna undir. Það var bara kertið sem sogaði þetta svona þannig undir. Það næsta sem ég ætla að sýna ykkur hérna er ég með flösku. Og þegar ég hvolfi úr flöskunni, þá legur ekkert rosalega hratt, sjáu þið. Í smá stund þá lag hérna rétt úr stúfnum. Þannig að við loka henni og sný henni í hringi, mynda svona smá hvirfil inn í henni, þá legur miklu hraðar úr henni, sjáu þið. Það er einfaldlega vegna þess að þá loftið sem þarf að koma í staði fyrir vatnið og greiðir aðgang inn upp miðjuna á hvirflinum, þess vegna gerist þetta svona hratt. Næst ætla ég að sýna ykkur hvað gerist ef við setjum vatn í svona poka. Þetta vatni, þið getur nota bara venjulega poka, þið eruð ekki að nota svona venjulega poka. Þetta binda bara hnúta og þá er þetta öðvöldara hérna á lokunum. Þetta er bara þægilega, það þarf ekki endilega. Sérstaklega nummer 1. Svo tek ég blýant og ég stingi þetta í gegn. Og það leggur ekkert úr. Þetta er vegna þess að vatnsþrýstingurinn ýtir pokanum út af blýantunum. Og þess vegna gerist það ekkert. Ef ég tek blýantan úr, þá leggur. Eitt í viðbót. Við erum með glas fullt af vatni, stútfyllið það, blautan pappa. Það dugar ekki að vera með venjulegt blað, það var svona pínu þykkari pappi. Samt ekki það þykkur, það sé alveg stífur. Og við hvolfið þessu svona. Sjá, maður þarf að passa sig. Haldum til þetta. Og þá tollir þetta. Það er enn yfirborðsspennan á vatninu sem heldur þessu. Þá er svo lagið.